kominn Einar Baldursson. Þú ert sálfræðingur, Einar. Hefur starfað í Danmörku síðan varstu bara náttúrulega unglingur og 35 ár og ert þú svona fikta við grein sem er kölluð þjóðarsálfræði og hefur dálítið mikið lagt áherslu á að stúdera áföll og kreppur. Já, ég hef unnið áraraðir mitt á milli háskólakerfisins og starfsins sem ráðgjafi, meðal annars vegna þess að það er erfitt að reikna heiminn út frá sjónarmiði háskólakerfisins einu saman, maður verður að vera hluti á honum. Og það sem hefur sýnt sig að það er stórt og mikið verkefni tengt því sem gerist þegar fyrirtæki mæta áföllum. Og ef slík áföll eru tekin þannig upp að þróun geti átt sér stað á eftir, er að því mikil kostur, en ef rangar leiðir eru farnar getur kreppan lengst og orðið miklu dýpri. Og það er fyrst og fremst þetta viðhorf sem við höfum verið að færa yfir á þjóðarsálfræðilega sviðið. En hvað er það sem að, ég bara spyrja einfaldlega, hvernig á að taka á svona krepp? Sko, það er kannski auðveldast að byrja á því sem fer illa. Já. Þegar illa fer og kreppan kemur venjulega eins og þjófur og heiðskíru lofti, tvöföldu skilningi, þá slær fyrst felmtri á fólk. Hvernig getur þetta gerst? Þetta gekk svo vel hjá okkur. Og fyrsta spurningin er svo, hverjum er þetta að kenna? Ef forysta fyrirtækisins segir þetta er ekki okkur að kenna, við berum enga ábyrgð á þessu, þá skapast meðal starfsfólks aukin tortryggni á forystuna ef hún ekki bara ábyrgð á þeim vandamálum sem hafa skapast. Hvernig getur hún þá borið ábyrgð á því að leysa þessi vandamál? Og þetta skapar svo tilhneigingu til þess að fólk dragi sér tilbaka og grafi sér hólur og öll skapandi virkni innan fyrirtækisins nánast deyr. Og þetta lengir kreppuna. Þannig að þú segir að það er svo nauðsynlegt að taka ábyrgð. Það er nauðsynlegt að taka ábyrgð og það sem er almikilvægast í þessu samhengi, og það er oft erfitt fyrir forystufólk fyrirtæki sem raunverulega sjaldan ber ábyrgð á því sem uppkemur, að horfast í augu við nauðsyn fórnarinnar. Sérstaklega fórnar hins vamlausa. Þegar ábyrgðarfólkinu fyrirtæki sem segir ég gerði mitt besta og það var ekki nógu gott, ég vík úr sessi til þess að aðrir geti gengið inn í þetta og þurfi ekki að lyfta byrðina þeim ákvörðunum sem ég hef tekið og verja þær, heldur að þróa fram ný og framsækir viðhorfum það hvernig þetta koma fyrirtækinu aftur á réttan kjöl. Það hverfur óttinn úr starfsliðinu, það er að skapa samaræður það hvernig maður er að móta sér langtíma og skammtíma viðhorf og þetta leysir úr ræðingi gífurlega skapandi orku meðal starfsfólk sem þýðir það að þegar þetta er gert, þá standa fyrirtækinu oft sterkar eftir kreppuna en þau gerðu áður. Þannig að það er mikilvægt að taka á ábyrgðinni. En svo er spurningin með ég meina, það er tilfinningar sem fólk upplifir í svona kreppu. Það er náttúrulega eins og í Íslandi, það er reitt og það er hrætt og það er stressað og svona. Hvernig? Ég er ekki neina vafa það margir, sérstaklega á stjórnmálasviðinu, finnst sú reiði sem hefur myndast vera vandamál. En það gerir sér náttúrulega enga grein fyrir því hver valkosturinn er og valkosturinn er ótti og áframhaldandi ótti. Sú streita sem skapast við áföll skapar tilhneigingu til flótta. Vandamálið við þann flótta er að hann er endalaus. Reiðin hins vegar er fyrsta forsenda þess að hægt sé að skapa umræðu önnur viðhorf. Svo reiði sem skapast með Íslendinga er eitthvað besta merkjum það að þessa kreppu munu Íslendingar eflaust geta leyst ef réttum ráðum er beitt. Þannig að þú telur að reiðin sé bara af hinu góða? Ég tel að reiðin sé besta, fyrsta skrefið í áttina nýrri lausn yfir höfuð. Ég er orðinn meiri Íslendingur aftur eftir 35 ára en ég hef verið mjög lengi, meðal annars út á aðdáun og því sem átt sér staði hérna. Íslendingar hafa margt upp á að bjóða. Eitt af því nýja sem Íslendingar geta boðið upp á eftir þessa bylgju er betur upplýstur almenningur hagmál og stjórnmál. Og umræðum það hvernig leysa þessa kreppu en flestar aðrar þjóðir geta boðið upp á. Svo reiðin er góður og jákvæður grundvöllur undir nýja stefnumótun. Þannig að þú segir að við gætum hugsanlega búið til svona módellýðræði hérna. Ég er ekki neina já, við gleymum því stundum með lýðræði. Við höfum tilhneigingu til lítið svo að lýðræði svo kosningar á 4 ára millibili. En það er mikilvægt að beina augunum einnig að því sem gerist á milli kosningaára og sérstaklega í nútímasamfélagi. Þessar breytingarnir eru svo örar að það verður sífellt að leiðrétta þá stefnumótun sem átt sér stað. Best leiðrétting á stefnumótun er samvinna á milli stjórnvalda og almennings í umræðum það hvert beri að stefna og hvernig beri að stefna. En hvað sér þau fyrir þér hvað hafa Íslendingar til þess að koma sér út úr þessu ef við förum að tala svona á jafnvægi nótum? Sko, ef við lítum þetta út frá hreint sálfræðilega sem náttúrulega það sem ég hef vit á, þá hafa Íslendingar ótrúlega margar auðlindir aðrar en þær sem eru sýnilegar og mögulega munu leynast í hafsbotninum, sem er ekki síst háttmenntunarstig, mikill sveigjanleiki og getan til æðruleysis. Og æðruleysi er mikilvægur hlutur. Venjulega erum við sjúklega bjartsýn.
og valkosturinn við sjúklega bjartsýni er jafn sjúklega svartsýni. Það sem við þurfum að finna, það er þetta millistig, það sem er raunhæf, en einbeitt það að leita nýjum árangri. Þetta er æðruleysi og æðruleysi skapar betri grundvöll undir skapandi hugarstarfsemi og skapandi athafnastarfsemi heldur neitt annað viðhorf. Íslendingar eru vel til þess farnir akkúrat að hafa þetta viðhorf. Þetta verður grundvallardráttur í íslensku þjóðarsálni í næstu 2000 ár. Æðruleysið. Æðruleysið. Já. Sveigjanleiki, viss sem er... Háttmentastig. Og háttmentastig. Þjóðin er nógu stór til þess að skipta máli hvað við gerum. En nógu lítil til þess að leyft okkur að kljást við alvarleg þjóðfræðisleg vandamál sem öll vestanríki standa frammi fyrir og gera tilraunir það í hverju góða lausnir felast. Við stöndum öll vestanríki og ekki síst Ísland standa frammi fyrir því að lífslengd eykst. Það þarf að skapa alveg nýtt viðhorf til þess ákvaða forsendum fólk er virkt á vinnumarkaðnum. Valið á milli þess að vinna eins og brjálæðingur í einhver áratugi og síðan hverfa út af vinnumarkaðnum er ekki lengur raunhæfur. En hvernig á að skapa atvinnulíf og þjóðfélag sem rómar fólk á mismunandi forsendum nánast frá því að fæðist og þangað til að seint síður og síðar eftir honum deyr. Íslendingar hafa forsendur þess að móta lausnir á þessum vanda sem eru framsæknar og sem aðrir geta síðan tekið upp. Segðu mér, þessi sálfræði sem þú leggur stund á, þetta á hópsálfræði, við skulum ekki tala múgsálfræði, er þetta eitthvað tæki sem er hægt að nota til að skilja svona krepp? Já, rauninni á tvo vegu. Fyrir fyrsta, það er mjög mikilvægt að gera mjög grein fyrir því að það er grundvallar munur á þeim tækjum sem að notast til þess að kreppu og þeim tækjum sem að notast til að styrkja framgang. Vandamáli er hins vegar það að það liggur í mannlegu eðli tilhneiging til þess að þegar kreppan hefur leyst, að þá gleymum við þeirri reynslu sem við höfum fengið í því samhengi. Þá einbleinum við á framganginn og framgangur verður yfir tíma minni og minni þangað til kreppan afturleiðist og læðing. Þú sagðir að við verðum sjúklega bjartsýn. Við erum sjúklega bjartsýn. Er það ástand mannsins? Það er ástand mannsins að vera sjúklega bjartsýn. Það er kannski eðlilegt, vegna þess að ef við varum ekki sjúklega bjartsýn, þá myndum við eingöngu setja okkur verkefni sem við auðvitað getum leyst og við myndum aldrei læra eitt eða neitt. Svo sjúklega bjartsýni sem hann ber að verja. En í nánu samhengi við þá framsækni sem inniber það að við berum virðingu fyrir þeim vandaválum sem við þurfum að leysa við kreppur. Og núna er kreppa á leiðinni. Íslenska þjóðin hefur einstakt tækifæri til þess að móta sér nýjan stað en með hætti sem ekki inniber að maður glotri því niður sem síðastliðin 5 til 8 ár hefur áunnist. Útrásin var ekki vandamálið. Það var þessi réðu útrásin í hel sem var vandamálið. Þessi réðu útrásin í hel. Það geðlag sem lá baki útrásin er mínum augum hluti af því sem Íslendingar geta boðið öðrum upp á sem lærdóm það hvernig þjóð, nútímaleg þjóð, getur sett sér þau verkefni að leysa þann stóra fjölda nýra verkefni og vandamála sem þróunin hefur sett að dagskrána. En þegar við tölum saman þá nefndirðu flótta, að það væri viss hætta sem lægi í flóttanum? Já, og það er sennilega stærsta vandamáli í þeirri kreppu sem er núna. Eitt er að efnahagskerfið, fjárhagskerfið hefur skapað kreppu sem er svo dýpsta í áratugi. Annað er að líkurnar eru að viðbrögð almennings við þessum breytingum verði að draga sér tilbaka og fela peningana undir sænginni og reyna að lifa á þeim forsendum. Þetta er eðli óttans. Streitan skapar þessa hugmynd það að maður getur flúið út í dimmt horn og beðið þangað til að sólin rís upp aftur. Flýir maður út í dimmt horn, þá sér maður ekki þegar sólin rís upp aftur að hún skín ekki nýtt að dimma horn. Þess vegna er óbúslega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að það sem streita skapar af aðlaðandi ótta er þegar allt kemur til alls eitt af stærstu vandamálunum þegar fyrstu alvarlegustu vandamálin í kringum efnahagslega þætti kreppunar hafa leyst. Það er enda merkilegt að sem við myndum kannski segja að sálfræði hefði í rauninni verið alveg jafn góð til að skilja það sem hefur verið að gerast í heiminum og hagfræði. Það má segja sem svo að sá sem lætur sér nægja að nota hagfræðilegt innsæi til að leysa félagsleg vandamál fara aldrei nógu góða lausn. Þessi tvö sýni samanlagt bjóða upp á flesta öðruvísi möguleika á því að finna leið út úr þessari kreppu sem getur skapað nýjari og betri forsendur. Einar, takk fyrir.